skulum við skoða fylki og núna einbytta okkur aðeins að tvísunum 2 fylkjum. Og nákvæmar ætlum við að tala andhverfu fylkja. Ef við höfum fylki sem inniheldur bara 1 stakk, þá getum við litið á fylkis rauntölu og ákveða fylkisins bara talan sem í fylkinu Ef að A tvísunum 2 fylki, þá fá sætin í fylkinu númer, þetta lína 1, dálkur 1, A2, 1, lína 2, dálkur 1, A1, 2, lína 1, dálkur 2, A2, 2, lína 2, dálkur 2. Og þetta erum við búin að skilgreina. Þetta A1, 1, ákveða fylkisins A margveldi talnanna á meginhornalínunni mínus margveldi talnanna á hinni hornalínunni. Stöndum þetta kallað bara hornalína 1 og þetta kallað hornalína 2. Og ákveða aðeins skilgreind ef að almennt fylkið n sinnum n fylkið hefur jafn margar línur og dálka. En við ætlum bara að einbytta okkur að tvísunum 2 fylki vegna þess að við þurfum að nota það núna í næstu reikningum. Og þetta þá A2, 2 mínus A2, 1 sinnum A1, 2. Ef fylkið A, það að segja, ákveða þess ekki 0, þá hefur það andhverfu. Það að segja, þá til fylki sem táknað A í mínus 1 eða bara, og við segjum andhverfa A sem hefur eftirfarandi eiginleika að ef við fylkja margföldum andhverfuna frá vinstri við fylkið A, þá kemur út einingafylkið. Þannig að einingafylkið fyrir tvísunum 2 fylki fylki sem hefur 1 á hornalínu 1 eða megin hornalínunni og 0 á hinni hornalínunni eða 0 annar staðar. Og ef við fylkja margföldum A frá vinstri við andhverfuna, þá kemur líka út I. Þetta tvennt verður að vera uppfyllt því að það eru til fylki sem eru þannig að maður margföldu þau saman í tiltekinni röð, þá kemur út I, en ef maður víxlar, þá kemur ekki út I. Rifjum aðeins upp fylkja margföldun og við höfum hérna fylki, segjum 1, 2, 3, 4 og hérna kannski eitthvað annað. 0, mínus 1, 2, 1. Hérna erum við með tvísunum 2 fylki. Við vorum með svona tékklista, þetta 2 sinnum 2, þetta 2 sinnum 2. Að fylkja margföldun skilgreind ef að fjöldi dálka í fylkinu vinstra megin sama tala og fjöldi lína í fylkinu sem hægra megin í fylkja margfölduninni og útkoman eða verður fylki sem þá 2 línur og 2 dálka. Þannig að útkoman þessu tvísunum 2 fylki og fylkja margföldunin gengur upp, það að segja skilgreind. Og hvernig gerðum við þetta? Við sögðum, þetta náttúrulega kemur úr debelfeldinu, við sögðum lína sinnum dálkur og reiknum það út og fáum þá hér einu sinni 0 0 og svo pluss tvísunum 2 og búin með fyrstu línu fyrsta dálk. Og það kemur þá í fyrstu línu fyrsta dálk, svo útkoman í fylkinu og þetta verða 4. Svo tökum við næsta, þetta fyrsta lína, annar dálkur, fyrsta lína annar dálkur, það kemur þá í sæti 1, 2. Hér reiknum við einu sinni mínus 1 sem mínus 1 pluss 2 sinnum 1 sem 2. Og næsta, þá getum við tekið línu 2 og dálk 1, lína 2, dálkur 1. Það kemur þá hingað. Þá fáum við 3 sinnum 0 pluss 4 sinnum 2, 0 pluss 8. Og svo að lokum tökum við línu 2, dálk 2, 2 og 2, það þá í sæti 2, 2. Fylkið hefur nýtakerfi
og við fáum þá 3 sinnum -1 sem þá -3 pluss 4 sinnum 1 pluss 4 og þetta verður 4, 8, 2, 1. Þannig þetta fylkið. Og við munum líka, ef við þurfum eða viljum, þá megum við taka tölu út fyrir fylki, það er þáttunarregla í fylkjum, og ef við einhverju hluta vegna myndum vilja taka, segjum bara 2 út fyrir fylki, þá er þetta bara eins og, ekki var þetta bleikt. Þá er þetta eins og venjuleg þáttunarregla í hverju sæti. Þannig að hér verðum við hafa 2 því að 2 eru 4. Hér verðum við hafa 1 því að 2 eru 2. Hér verðum við hafa 4 því að 2 4 eru 8. Og hér erum við þá að hafa hálfan því 2 hálfur eru 1. En andhverfur eru mjög mikilvægar og sérilega hjá okkur þá erum við að nota Wronski ákveður. Og þegar við höfum grunnlaust þá eru Wronski ákveðunar aldrei 0, svoleiðis að við höfum líka yfirleitt kerfi. Og nú viljum við fara að stilla upp deildajöfnunum, okkar sín kerfi, vegna þess að í uppaskildisverkefnum þá þurfum við jafnmörg hnit í uppaskildum við þurfum að og deildajafnan segir til Þegar við erum með fyrsta stigs deildajöfnu þá þurfum við epsilon í einhverju punkti x0. Það er útkomu. Við erum 1 gildi. Þegar við erum með, eins og við erum með núna, línulegar annarstigs venjulegar deildajöfnur, að ef við viljum fá lausn á uppaskildinu þá þurfum við að vita einhvern punkt, staðsetningu honum nákvæmlega og hallatölun í þeim punkti. Við þurfum sem sagt einhverjar 2 tölur upp á skildi, bæði staðsetningu og hraða eða halla í punktinum og við þurfum að ákvarða 2 stuðla, C1 og C2. Til þess að geta gert þetta hratt og vel þá þurfum við, eða viljum við gera þetta með fylkjum. Í sjálfu sér er þetta ekkert stór mál, við erum með 2 fylki, en þegar við förum að vinna með kerfi þar sem við erum með 3 stigs línulega deildajöfnur. Og þá nota maður fylki og MATLAB. En við ætlum þá að skoða þetta bara núna fyrir 2 fylki. Fyrst ætlum við bara að búa til formúlur fyrir andhverfu. Ég ætla að skilgreina ef að A, við höfum þetta í huga. Þetta er fylkið A. Ef ekkert er tilgreint hvað stökin heita þá eru þau svona í hnitakerfi. Sæti 1, 1, sæti 2, 1, sæti 1, 2, sæti 2, 2. Ef við skoðum þennan til dæmis 1, 2, það er lína 1, dálkur 2. Svo er til hjáþáttafylki. Við ætlum að kynna það til sögunar af því það er til þæginda. Hjáþáttafylki, fylkisins A. Það er táknað með svona, með kófaktor matrix, svona. Fyrst ætlum við bara að sjá hvernig við sækjum það sem í hjáþáttafylkinu er og það er í sjálfu sér ósköp þægilegt. Við sjáum séðan betur síðar akkur þetta gengur upp. Skulum hafa fylkið A hérna fyrir augunum og til þess að raða það í hjáþáttafylki þá þarf maður að skoða tvennt. Það er að nú fá sætin í fylkinu formerki. Þetta er alltaf plussæti, þetta er plussæti, þetta er mínussæti og þetta er mínussæti. Og til þess að sjá þetta almennar fyrir til dæmis 3 fylki og 4 fylki þá viljum við samt hafa þetta aðeins skýrara. Nákvæmar ákvarðast formerkið af -1 pluss þversumma af hnitunum. Það er að segja að þversumman af 1 og 1 er 2. 1 pluss 1 er 2. 1 pluss 1. Og formerki hér er þá -1 og svo þversumman af sætistölunum. 1 pluss 2 eru 3. Bara að skrifa 1 pluss 2. Formerkið fyrir þetta sæti verður þá líka 3. -1 í 3. -1 í veldinu 2 pluss 1 og hérna -1 í veldinu 2 pluss 2. Þannig að þetta eru formerkin. Nú ætlum ég bara að skrifa útkomuna. Þannig að hér er pluss, hér er pluss, hér er mínus og hér er mínus. Og til þess að ákvarða hvaða tölur koma í hjáþáttafylkið, þá er reglan þessi. Við erum búin að ákveða formerkin, þá
eigum við að velja töluna sem ekki, ef við ætlum að velja alltaf A11, þá lesum við það svona, A11, það er lína 1, dálkur 2, strókað út línu 1, dálkur 2. Hvað er eftir? A22. A22. Nú skulum við velja staki sem á að koma í sæti 2, og þá hefur við að stróka út 2, það er lína 2 sem við erum að stróka út og 1 dálkur 1 og það er þetta hérna stak A12 A12 og hvað kemur hér í sæti 1, 2, þar að segja lína 1 dálkur 2, það er stakið sem er ekki í línu 1 og ekki í dálki 2, það er A21. Það er A21. Til þess að finna út hvaða stak úr fylkinu A kemur í línu 2, dálk 2, þá er það stakið í fylkinu sem er ekki í línu 2 og dálki 2. Nákvæmar er það ákveðan sem fæst ef við strókum út dálk 2, línu 2 fyrirgefið, dálk 2. En við þurfum ekki á þeirri hugmynd að halda vegna þess að ákveðana fylki sem er, eigum við að segja, af einni vídd minna bæði í línum og dálkum talið, einu sinni 1 fylki. Svoleiðis að hér er þetta ekkert erfitt. Þannig hér setjum við A1. Formúla fyrir A-1 ef að ákveðan er ekki 0 verður þetta hérna kó A og það verður að vera bilt. Og stundum setjum maður byltinguna hér en það skiptir vonandi engu máli. Ég er bara búið að segja frá því. Þannig að í þessu tilviki, þessi formúla nefnilega gildir almennt að því vil ég setja hana fram fyrir 3x3 fylki, 4x4 fylki, 5x5 fylki og almennt n sinnum n fylki. Og við ætlum bara að sjá hvernig hún lítur út fyrir 3x2 fylki. Þá fáum við, ef við röðum nú inn, þetta er 1 á móti dett A, svona ekki endilega skrifa hvað það er, við eigum svo öll með að muna það er þetta hérna margveldi mínus margveldi talnan á hinni hornalínunni og svo skulum við bylta þessu fylki og þegar við byltum n sinnum n fylki, ferningsfylki, þá heldur meginhornalínan sér og sérhver lína verður dálkur. Sérhver lína verður dálkur og við getum þá skrifað þetta beint. Við getum mísamt hvernig fólk vil hugsa þetta. Allavega halda þessi lína hérna, hún verður fyrsta lína verður fyrsti dálkur. Ég er svona vanið með að skrifa alltaf stökjuna meginhornalínunni fyrst. A1, en skiptir þetta engu máli. Þessi lína fer hingað og ég er búinn með A2 að festa hornalínuna. Önnur lína verður annar dálkur og að ég er búinn að festa A1, þá ruglast ég nú ekki hvort fer upp og hvort fer niður. En þetta verður það mínus A2. Þetta er andhverfan, það er fullir. Og við getum náttúrulega og verðum að athuga hvort að þessi hérna 2 skilyrði séu uppfyllt, því annars er þetta ekki rétt. Og þá gerum við það og það er prófið. Svo sannprófið. Ég ætla að byrja á því að margfalda fylkið A með andhverfunum frá vinstri. Þá hef ég hérna, ég ætla að skrifa andhverfunum fyrst, það er 1 á móti ákveðinni og svo skrifa ég upp hjá þáttafylkið bylt A22 mínus A21 mínus A12 pluss A11. Og svo þarf ég að skrifa fylkið A og það er A11, A21, A12 og A22. Og nú verð ég að fylgja margfalda og það er þessi lína 1, dálkur 1, það fyrir þá í sæti 1, 1 og hérna er 1 á móti dett A, ég get alveg margfaldað inn í lokin með dett A, en það er þægilegra að geyma þetta fyrir utan og hér fæ ég A22 sinnum A11
mínus A21 sinnum A12. Það er þetta. Þessi sinnum þessi mínus þessi sinnum þessi er nákvæmlega skilgreiningin á þetta. Flott. Næsta, þá ég ætla núna að fylla í sæti 1, 2, lína 1, orku 2, og þá tek ég línu 1, orku 2, A22, A12, mínus A12, A22. Þetta er 0. Þá ætla ég að taka sæti 2, lína 2, orku 1, og þá ber mér að margfalda saman línu 2, 2, orku 1, 1, 2, 1. Þannig að það er þetta svona þetta blús, þetta svona þetta. Og hvað er þetta? Þetta er A2111 mínus A2111. Þá er það sæti sæti A22, það er þá lína 2, orku 2. Og hérna fáum við, ég ætla að byrja núna á aftari. Þetta svona þetta og byrja á þessum. A11, A11, A22. Mínus A12, A21. En það er nákvæmlega þetta. Svona. Svo má ég margfalda inn í fylkið og þá fæ ég þetta á móti þetta og þetta er náttúrulega ekki 0, annars er þetta ekki hægt að fá 1, 0, 0, 1 og jú, það kemur heim og saman. Þetta er I og svo getur við sett fyrst hérna að minna okkur á. Þetta er 2002 fylkið og það þarf ekki að skrifa. Það er ekki að því. 2002, einingafylki er alltaf fellingsfylki. Svona. Við þurfum alltaf stranglega tekið að sýna að ef við margföldum þetta hérna fylki frá hægri, það fá líka í. En við skulum hafa það sem heimadæmi. Rétt til þess að minna okkur á að fylkjamargföldun er almennt ekki víxlin, þá er bara gott að sjá það með dæmi. Hérna tókum við ykkur 2 fylki, 1, 2, 3, 4, hafum þetta fylki vinstra megin, 0, 2, minus 1, 1, hafum þetta fylki hægra megin. Ef við víxlum hugmyndinni og við fengum út hérna 2, 4, 1, hálfur, eða bara 4, 8, 2, 1, snúum þessu nú við. Það er að segja, tækjum þetta hérna fylki og margföldum það hérna megin frá. Og skulum við horfa á þetta hérna fylki, geymum það bara þetta, já þetta bleika er fínt. Geymum það og svo prófa núna aftur og það var nú harðlega ólíklegt við fáum sama út. En prófum lína sinnum dálkur, þetta verður mínus 3. Mínus 3. Nei, þetta er komið. Við þurfum ekkert að gera meira. Við sjáum allavega að það hérna, mínus 3, er ekki 4. Svo almennt sjáum við að A, B er ekki jafnt og BA. Og meira að segja er þó að A og B sé skilgreint. Þetta er eitthvað fylki sem kemur út úr þessu. Að þá er ekki víst að BA sé til. Vegna þess að við skulum gleita með segja að A sé, notum bara einhverja tölur, sé 2 sinnum 2 fylki. B verður þó að hafa 2 línur af því að A hefur 2 dálka. Það er 2 sinnum, ég vil segja 3 fylki bara. Þetta verður að passa. Og útkoman er því 2 sinnum 3 fylki. 2 línur 3 dálkar. En AB, myndi það ganga upp? Nei, BA. Nú B er 2 sinnum 3 fylki. A er 2 sinnum 2 fylki. Það er langbest að æfa sér bara með að setja inn fylki með alla. Við sjáum allavega að hér er hérna þristur. Það eru 3 þessart dálkar í þessu fylki og 2 línur. Þannig að svona margföldun gengur ekki upp. Við erum með 3 dálka, 1, 2, 3, en bara 2 línur í hinu. Þannig að þetta er sem sagt dálkarnir og 2 línur. Að hér vantar eitthvað á móti þessu stakki til dæmis, þannig að þetta gengur ekki upp. Ekki skilgreint. Þess að fylkja margföldun er svona kunstuskepna sem maður þarf að
aðeins að fikta í til þess átt að sjá henni. En við höfum allavega ákveða áhuga á andhverfum. Nú, ég minni á að við gerum þetta líka í síðasta námskeiði. Að smíða formúlu fyrir tvissunum tveifylgi, en þá notuðum við okkur eiginleika depifeldis. Og hjá þáttafylgið eru þetta seinni tíma smíð. Það er bara leið sem að menn fundu til þess að gera þetta hratt og vel og geta sett skilgreininguna fram á almennan hátt. Þegar við komum með þetta hérna, þá skulum við taka dæmi og seinna kíkjum á þrissunum þrífylgið þegar við þurfum á því að halda. Þá skulum við taka dæmi þar sem við notum þetta. Við skulum segja að við höfum að leysa þetta jöfnunefni 1, 3, 2, 4 og x1, x2 jafnt og mínus 1, mínus 3. Þetta hefur þá formið ax jafnt og b. Við getum auðvitað gert okkur rúmfræðilega mynd af því sem við sjáum þarna, af því að við munum að vinstri hliðin þarna ax þýðir aðeins það að við höfum hér vigur 1, 3 sem er skalað til einhverja stærð sem við erum að leita að x1. Þetta er hér þessi hérna vigur að 2 kannski. Hann er 2, 2, 4 og hann er skalað til x2 stigstærð og þetta að verða mínus 1, mínus 3. Svona. Getum við ekki teiknað á mynd af þessu. Þetta kerfi þannig að 4 mest vinstri mínus 1. Já, mínus 3. Þannig að þetta er einhvern veginn svona. Hvað er þennan bara A1 og þessir A2. Við röðum hvort það er svona inn í fylki og þessi til B. Og við teiknum nú bara myndir. A1 er 1 til hægri. Þetta er þá A1 stöðuvigur og A2 hann er 2 til hægri 4 upp, alltaf dreigð frá 0, 2 til hægri 4 upp. Þetta er A seinni, þetta er lítill ás, svona. Og svo er þetta B og ég hafa hann bara bláan og ljóða hann að vera bláum áfram. Og hann er 1 til vinstri 3 niður, 1 til vinstri 3 niður. Hérna, hann er B. Og þessi hérna jafna þýðir finnið tölur þar sem þið togið í viðrana, lengið eða styttið eða snúið við ef þetta er mínustala. Þannig að útkomið þessi hér. Þannig að við höfum einhvern veginn að reyna, já þetta er náttúrulega dálítið sorglega auðvelt í þessu dæmi því að við sjáum að ef við snúum þessum við, margveldur var með mínus 1, þá fáum við mínus 1, mínus 3, þá fáum við þennan. Þannig að þetta er nú kannski, já ég sé bara þetta verið ágætlega valið. Ef að x-ið er mínus 1 og x2 er 0, þá er þetta komið. Þannig að x1 verður að vera mínus 1 og x2 er 0 á þess að reikna. En við skulum reikna. Þetta er gert svona formlega. Við höfum fylki A og hér höfum við fylkja jöfnu. Og við viljum einangra x, þá notum við það að við höfum andhverfu og við margkvöldum hana frá vinstri, við komumst þeim megin að A-inu. Gerum það sama beggja vegna jafnamerkisins. Fylkja margkvöldun er tengin, þannig að við megum að reikna þetta hérna út fyrst og síðan x-ið og svo höfum við hægri hliðina mínus 1 b, ævendinu mínus 1 b. Það til þess var sáð að þetta yrði y og hér höfum við x og þetta er þá a í mínus 1 b. Ef við margkvöldum með einingafylkinu, vigurinn með einingafylkinu, þá fáum við bara vigurinn sjálfan. Þetta er hlutleysisvaðgerðin í fylkjum. Þannig x er aðeins þessi formúla hér. Og svo þegar maður er búinn að fara í gegnum þessi skrif nokkur sinnum, þá skrifa maður yfirleitt þetta bara beint. En við erum líka að sjá af hverju þetta gengur upp. Og nú kunnum við formúlu fyrir andhverfinni. Ég þarf að sjá fylkið, þau ekki að skrifa það aftur upp hérna.
raða bara beint inn í formúluna. A er 1, 3, 2, 4. Ég sé B-ið hérna. Það er hér. -1, -3. Þetta á að vera svona. X-ið er andhverfa A, fylgja marghalda við B. Formúlan segir það er 1 á móti ákveðunni. Ég þarf að vera viss að hún sé ekki 0, en ég sé það hérna. Hún er ekki 0. Ákveðan táknar flatamálið sem að þessi tveir eru að spanna og svona, já. Við nótum þetta í neglaformúlunni. Þá var flatamálið helmingurinn á ákveðunni. Og þá skulum við bara raða beint inn í hjáðátafylkið. Og ekki bara þægilegt að gera þetta svona með beinum poti. Plús, mínus, mínus, plús. Ég ætla að finna hvar ég sæti 1, 1. Þá þarf ég að stróka á línu 1 og stróka á línu dálk 1, þá fæ ég 4. Nú ætla ég að fara beint niður og stróka á línu 2, dálk 1, það er 2, 1 og fæ 2. Og svo fer ég hingað og stróka á línu 1, dálk 2 og fæ 3. Og svo að lokum hingað þá stróka ég út línu 2, dálk 2, það er 2, 2. Og svo ætla ég að stróka þessa plúsa út. Ég veit að það er plúsa sem hún tölu. Eða lengtölu þá er hún jákvæð, svona. Og svo ég að bylta. Ég kannski bara bylti strax og sleppi við að skrifa upp einu sinni, en þannig að ég víxla þá bara á þessum tveimur. Þá er bara komin ákveðis minnisregla. 3 hér og 2 hér. Þannig að þér reikna andhverfu þessum D-fylgis, þá ég bara víxla á þessum og setja mínus á þessa. Aha. Og þá get ég tekið byltinguna burt. Og svo setjum við B-inn hafa -1 og -3. Svona. Og margfaldum upp úr fáum 4 -6, hann er -2. Og svo snörum við þessu af. Lína sinnum dálkur til lagi. Það er þá 4 sinnum -1, skrifum það. Og -2 sinnum -3, 6, plús 6. Og tökum þá næst línu 2, lína 2, og það er bara eitt dálkurkortið þér. Þá fáum við hvað? 3, þessi er 3 og 1 sinnum -3. Já, það kemur 0 og þá er þetta búið. Og þetta einfaldast í -0,5 sinnum 2, 0. Og þetta er þá -1 og 0. En það passar alveg við það sem við sáum bara á myndinni. Svona. Við sjáum allavega að við getum með smá æfingu verið mjög snögg að leysa saman 2 jöfnur. Hér borgar sér bara að prófa að setja upp dæmi og snara þessu síðan að höndunum og sannreinum allar. Hvernig leysið þið saman x pluss 3 y jafnt 4 x mínus 2 y jafnt og -1. Jú, við kunnum þetta alveg, stillum jöfnunar einhvern veginn þannig að við getum eitt annari eða annari breytur en annari línunni, en ef við setjum þetta upp sem fylki, þá lítur fylkið svona út, þá horfum við bara á stuðlana til að það er 1 hérna er undirskilið, þá hefur við 1, 3, 2, -2, það er fylkið. Hér er náttúrulega x-in og y-in, við höfum bara skrifað þetta sem fylgja margföldun. Hér er 4 og -1. X á móti y er þá, hvað er andhverfan? Andhverfan, nei, ég ætla að segja ákveðan, er -2, -6, hann er -8. Hjáþáttafylkið, víxla á þessum tveimur og sett mínus á þessa.
og margfalda við útkomufylkið, fylkja margfalda á ég að segja, og svo reiknum við fáum hérna -2, þetta er -8, pluss 3, ekki 5. Hérna fáum við -8, -1, það er -9. Þannig að útkoman er 5/8 og 9/8. Athugum hvort það getur verið rétt. Sett 5/8 hérna inn. Kemur svo bleiki 5/8 og 9/8. Allt í lagi. Það er 5/8 pluss 3 sinnum 9/8 er 5 pluss 3 sinnum 9 er 27. Og til 8. Og 5 pluss 27 eru 32/8. Jú, þetta er 4. Hitt á það rétt. Og þetta kom á -1 við stingum við sinni nærjöfn.